Blessaður Ólafur. Kjörsæl. Já, góða kvöldið og velkomin að Rauða borðinu á mánudegi. Þetta svona skrítið þáttur. Við ætlum að nægilega bara opið hús. Við erum í húsnæði sem að Maístjarnan, Styrktarsjóður Sósíalista og Sósíalistaflokkurinn legið saman, sem var alltaf komið í gang út af COVID og ætlum að hafa svona opið fund og það svona asnalega ástæða fyrir þessu að ég og Ammali og asnaðist til þess að vera að setja inn á Facebook svona hálfgerða fyrirlestur sem ég hafði séð fyrir mér að kannski að halda en svo var samkomubann þannig að sonur minn tók það upp og við höfum verið að setja þetta inn í svona pörtum inn á Facebook og yfirskrift hans var svona hvers vegna Sósíalistaflokkurinn og vorum svona velta okkur fyrir það vorum að taka þetta upp svona já, þetta sé ekki bara 40 mínútur eða eitthvað allt og langt og svo fór Davíð heim að klippa þetta og þá reyndist þetta að vera 90 mínútur eða eitthvað þannig að ég búin að tala alltaf mikið þannig að þess vegna bað ég bara hinn á þess að koma hérna og við auglýstum það á vefnum að hér eru allir velkomnir að koma og velta þessu upp svona hvers vegna Sósíalistaflokkurinn og maðurinn með pípuna sem hlóðan áðan Ólafur Þ. Harðarson og ég býði velkomin Ólafur ég nýtti þig og bauð þér koma við. Ef þú mættir svona velta því upp með þennan Sósíalistaflokk sem nú ekki orðinn 4 ára gamall. Hvaða fyrirbrigði finnst þér þetta að vera? Já, hann nú svona sömuleyti í takt við tíman og í takt við það sem hefur verið að gerast í mörgum löndum og kannski sérstaklega hér í nágrannalöndunum. Við höfum séð núna síðustu árin svona aukna róttæknibylgju, það að segja hugmyndir sem að sumir héldu að væru bara gjörsamlega orðnar úreltar. Þær hafa komið í svona nýju formi af nokkrum krafti inn mjög víða. Og við höfum séð í Skandinavíu til dæmis þar hefur líka, og það hefur gerst víðar, að stjórnmálaflokkum hefur fjölgað. Það hefur gerst á Norðurlöndunum, í Svíþjóð sem var lengi mjög stöðugt flokkakerfi, eru flokkarnir orðnir eitthvað 8 eða svoleiðis. Það sem hefur líka gerst á vinstri vængnum sérstaklega, í Skandinavíu sem mjög áhugavert, að vinstri sósíalistaflokkarnir þar, sem að höfðu alltaf verið svona stöttipartíir eða stuðningsflokkar kratastjórnanna, en ekki tekið þátt í ríkisstjórnunum, þeir fóru að fara inn í ríkisstjórnum. Og það olli mikilli óánægju á vinstri kantinum. Mönnum fannst eiginlega að nú væru vinstri sósíalistar, menn spurðu, erum við bara orðnir alveg eins og kratarnir. Og það voru stofnaðir flokkar vinstra megin við þessa hefðbundnu sósíalistaflokka, til dæmis Enhedslisten í Danmörku, sem að gekk bara mjög vel. Og við höfum líka verið með flokk vinstra megin við hefðbundnu vinstri sósíalistana í Noregi. Þannig að svona í samanburðarperspektífi þá þetta mjög skiljanlegt. Að þú talar að það væri hugmyndir sem að margir töldu að gæti verið orðnar úreltar að mér langar að varpa því kannski yfir á Sólveig Önnu sem hann tók þátt í að stofna Sósíalistaflokkinn að vilt þú taka upp boltann og segja hvers vegna Sósíalistaflokkurinn svona út frá þessu sem að Óli að segja að það sé þörf á því að vera með flokk vinstra megin við flokkana sem eru vinstra megin við kratana. Upplifirðu að það sé staða sósíalistana að vera vinstra megin við, já þá í íslensku samhengi myndi þetta heita vinstra megin við VG? Já, sósíalistar eiga náttúrulega bara að vera sósíalistar. Og það var auðvitað bara löngu tímabært að sósíalistaflokkur yrði að veruleika á Íslandi og meðan að við búum bara inn í þeirri samfélagsgerð sem við búum inn í þar sem að bara mjög markvisst og einbeitt arðrán á sér stað á vinnandi fólki þá auðvitað fráleitt að ímynda sér að það sé hægt að vera einmitt með pólitískt samfélag þar sem ekki raunverulegur sósíalískur valkostur.
Ég viðurkenni að ég þekki ekkert sérstaklega vel til sögu sósíalískra flokka í löndunum í kringum okkur. Ég aftur á móti bjó lengi í Bandaríkjunum og upplifði þar með mjög sterkum hætti hversu skelfilegt það fyrir vinnandi fólk, fyrir jaðarsetta hópa að hafa ekki einhvern svona pólitískt baráttuafl. Svo auðvitað hef ég verið og lifað og starfað sem fullorðin manneskja í íslensku samfélagi og upplifði þá enn svona meira og mikið á eigin skinni hversu bara þunglindislegt það var að hafa engan svona fixeraðan stað þar sem að hægt var að koma saman með fólki, móta stefnu, forma skoðanir og fara svo í stóra pólitíska baráttu. Þannig að þegar að tækifærið varð svo að stofna sósíalískan flokk, þá fagnaði ég því bara mjög innilega og bara mikill stuðningsmaður flokksins og vona að hann vaxi og dafni vegna þess að ef að þörf var á sósíalísku baráttuafli fyrir þeim nokkru árum sem að liðin eru síðan að flokkurinn var stofnaður, þá sannarlega hefur þörfin ekki minnkað, heldur þvert á móti, hún vex með bara hverjum deginum sem líður. Mér langar að spyrja ykkur bæði aðeins aftur út í þetta. Mér langar að ég sé að Ögmundur Jónasson hérna, þaulvanur maður af vinstri væng stjórnmálanna, var í Alþýðubandalaginu, ekki? Þú varst í því, Ögmundur, og svo í einn af stofnendum VG. Hvar sérðu hvers konar fyrirbrigði finnst þér Sósíalistaflokkur Íslands vera? Ja, ég var nú reyndar aldrei í Alþýðubandalaginu, ég var í framboði sem hét Alþýðubandalagið og Óháðir. Þú varst þessi Óháði eða? Ásamt við áttum þriðjunginn af listanum í Reykjavík í alþingiskosningunum 95, það var fólk sem kom annars staðar frá en í Alþýðubandalaginu. Hins vegar áttum við ágæta samleið öll saman þær svona hugmyndir sem við teldum fram í kosningunum. Þú spyr hvaða augum ég líti sósíalistaflokkin, spyrjum hvaða augum ég líti sósíalisma. Sko, sósíalismin í mínum huga ekki niðurnjörvað samfélagskerfi þar sem engu verði umhaggað, heldur sósíalismin hugmynd sem í stöðugri endurfæðingu og stöðugri endurskoðun, svona líkt og Sólveig Anna var að svona vísa til hér áðan. En grunnþátturinn í þessari hugmynd, hann samur og það jöfnuður og það lýðræði. Og hvað á ég við með lýðræði? Það að samfélagið, fólkið, ekki lítill hluti fólksins, heldur almenningur almennt, ráði yfir þeirri starfsemi, þeim tækjum og þeim gæðum sem gera okkur kleift að búa til jafnaðar samfélag. Það heilbrigðisþjónusta, það menntakerfi, það aðgangur að gæðum lands og sjávar á jafnræðisgrundvelli, það með öðrum orðum aðgangur að auðlindum okkar og yfirráð yfir öllu þessu hafa á undanförnum áratugum, og ég að horfa þá aftur til 9. áratug síðustu aldar, yfirráðin yfir öllu þessu hafa verið að færast frá samfélaginu undir eignarhald einkaaðila. Og það ekki bara eignarhaldi sem að hérna skiptir máli, heldur einnig skipulagsformin. Og þau hafa verið að breytast líka í anda markaðshyggju. Og lagabreytingar sem við sáum hér á síðustu öld, á síðasta áratugnum og í byrjun þessara aldar alveg fram á þennan dag, þær hafa verið í þessa veru. Og í mínum huga þá verkefni sósíalista að snúa þessari þróun við. Sjá til þess að þær stofnanir og sú starfsemi sem að skiptir sköpum
þegar ójöfnuður og jöfnuður eru annars vegar, að ná þær aftur undir lýðræðisleg áhrif og stjórn, þannig að þeim verður ekki stýrt af fjármagninu og hagsmunum fjármagnsins. Þetta í mínum huga kjarninn í sósíalismanum. Þetta kjarninn í sósíalismanum og kjarninn í lýðræðinu. Og þegar nú spurt hvort að ég telji að hugmyndir sósíalisman eigi erindi hvort sem úr munni einstaklings eða einstaklinga eða stjórnmálaflokks, þá svar mitt mjög afdráttarlaust að ég tel svo að vera. En svona að lokum Gunnar Smári, þá óska ég til hamingju með afmælið og minni þig á okkur öll eins og þú gerðir reyndar í pistli í dag, að fyrir réttu ári, 11. janúar 2020, þá mættir þú á afmælisdaginn þinn í partí hjá mér. Það var í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu Reykjavík og við vorum að tala málefni sem að snertir þessa umræðu mjög. Það var kvótan heim, þá þróun sem að hefði átt sér stað í sjávarútvegi á undanförnum árum og áratugum og hvernig við ættum að fara því að ná þessari auðlind aftur til þjóðarinnar. Með öðrum orðum, svona í okkar huga veit ég að við vorum að tala sósíalisma. En það ekki þar með sagt að allir sem á sömu skoðun og við í kvótamálunum myndu kalla sig slíku heiti. En þetta svona kjarninn í sósíalismanum eins og ég skilan. Það yfirráðin yfir auðlindunum, yfirráðin yfir þeim tækjum sem að skapa jöfnuð í samfélaginu. En Ögmundur, þarf sósíalismin flokk? Ekki nóg af flokkum sem að eiga rætur í sósíalismanum? Þarf að stofna nýjan sósíalistaflokk? Sko, þetta skiptir mig ekki alveg öllu máli hvaða skipulagsform brjótast fram. Í kringum 1970 þá rúmaði stafrófið íslenska af alla kommunista og sósíalistaflokkana sem voru við lýði. Og þá var það þannig að menn bara stofnuðu nýjan ef að reis upp mikill ágreiningur innan raða flokkana. En á þeim tíma var vinstri hreyfingin á Íslandi sterkari en hún hefur verið mjög langt skeið. Hvers vegna? Vegna þess að menn höfðu sannfæringu. Menn hugsuðu ekki í flokkum, menn hugsuðu í baráttu markmiðum. Og það var á þeim tíma sem að þessi sósíalíska barátta í agnarsmáum flokkum mörgum var til þess að opna samfélagið á margvíslegan hátt, til dæmis menntaskólana, opna menntakerfið og hafði gríðarlega breytingar í för með sér. Flokkur eða ekki flokkur, bara fínt ef að fólk finnur skipulagsform sem að koma þessum hugmyndum áfram, en áfram verða þessar hugmyndir að komast. Herðu, Ólafur, hitti mann fyrir einhverju viku síðan og hann sagðist fylgjast með sósíalistaflokknum og svona í skoðanakönnunum og svona sem að ég veit að þú fylgist með. Og hann var alltaf svona að bíða, sagði að það kemur að því að sósíalistarnir mælast stærri en VG og þá mun margt breytast. Og þá kemur ástæðan fyrir að ég að spyrja þau að þessu að því að kom svona söguleg skilgreining á því. Hann sagði að vinstri sósíalistar, þá í samanburði við kratana, hefðu í gegnum alla söguna verið stærri en kratanar. Alþýðubandalagið var stærra allan tíð heldur en Alþýðuflokkurinn og það eru bara nokkrar pínullar eyjar í sögunni þar sem það eru stærri og raunverulega tíminn sem að Samfylkingin var stærri en VG eiginlega undarlega skammu tími. Getur það verið að þegar að forysta krataflokkana færast svona til hægri að bara út af einhverju hvernig stjórnmála viðhorf Íslendinga er háttað að þá skapist raunverulega rými fyrir flokk vinstri sósíalista? Ég held, það reyndar, þetta alveg rétt hjá þér að lengst af þá voru vinstri sósíalistarnir, sósíalistaflokkurinn og Alþýðubandalagið stærri heldur en Alþýðuflokkurinn, alveg frá 1942 og ef ég man rétt til 1987 eitthvað svoleiðis, þannig að það var megin reglan. Síðan Samfylkingin miklu stærri heldur en Vinstri græn í einhverjum fernum kosningum, en svo breytist það aftur eins og nefnir. Ástæðurnar fyrir því að krataflokkurinn á Íslandi var svona lítið, þær eru nú reyndar mjög margar.
Ég ekki viss að það hafi bara verið vegna þess að kratafórustan á Íslandi hafi verið miklu hægri sinnaðri heldur en kratafórustan á Norðurlöndunum. Því að við svo oft haldið fram, en ég sé það ekki endilega, sko, að vísu á Íslandi koma líka þarna inn utanríkismálin, af því að kratarnir voru alltaf hallir undir NATO og herinn eða yfirleitt alltaf, meðan að vinstri sósíalistarnir voru andvígir og það skipti þarna máli, kosningakerfi skipti máli og ýmislegt fleira, en ég held að það sé, sem sé það við höfum hins vegar bara séð það í nágrannalöndunum, sko, þó að Alþýðubandalagið og sósíalistaflokkurinn hafi verið óvenjulega stórir vinstri sósíalistaflokkar eða í þessum hópi kommunistaflokkarna og vinstri sósíalistaflokkarna í gamla daga. Íslenska hreyfingin var eiginlega nánast á pari með Frakklandi og Ítalíu og miklu öflugri heldur en sambærilegi flokkar í Skandinavíu. En það sem ég held að sé að gerast það er sérstaklega með þessum fleiri flokkum og í rauninni eins og kemur nú fram hjá þér í myndbandinu. Eina af þessum fínum myndböndum að ég held að vísa það sé ekki alveg rétt hjá þér að þessi fjölgun flokka núna aldamótin hafi stafað af breytingum og kosningalögunum 1999. Það sem skiptir meginmáli varðandi þetta er uppbótakerfið og reyndar 1999 var uppbótarsætunum eða jöfnunarsætunum fækkað úr 11 í 9 og það hefur leitt til þess í þrennum síðustu kosningum að það hefur ekki tekist að jafna á milli flokka. Þannig að Sjálfstæðisflokkur eða Framsóknarflokkur hafa fengið auka mann í þessum kosningum. Þannig að í rauninni er mjög mikilvægt að þingið fjölgi jöfnunarsætunum og þeir geta gert það með einfaldri lagabreytingu og ég tel reyndar að þeim beri skylda til að gera þetta með einfaldri lagabreytingu. Hins vegar kom 99 inn ákvæðið 5% þröskuld, en áður var náttúrulega í rauninni þröskuldur sem var oftast kannski svipaður, gat orðið hærri, vegna þess að þá var þröskuldurinn sá að til þess að fá uppbótarsæti þá þurfti flokkur að fá kjördæmakosinn þingmann. En miðað við þessar kannanir þá sýnist mér að sósíalistaflokkurinn hafi verið að mælast á bilinu 3 og upp fyrir 5%. Og fyrir flokk sem er svona ungur og það er ekki komin kosningabarátta, það er ekki komin kosningastefnuskrá, það er ekki komin frambjóðendur, þá held ég að þeir geti verið í rauninni mjög bjartýn með að það séu að minnstakosti prýðilegi möguleikar á því að sósíalistaflokkurinn komist yfir 5%. Og í rauninni sko eini háskins í sjálfu sér fyrir vinstri hreyfinguna væri sá að ef sósíalistaflokkurinn fengi segjum 4,8%, þannig að þau atkvæði nýttust ekki, en ef hann fer yfir 5% þá hefur það orðið ljósara og ljósara að það er í sjálfu sér ekkert hættulegt eða slæmt að vera með marga flokka. Það er þróunin hér í nágrannalöndunum og það hefur ekki valdið þeim óstöðugleika sem margir héldu að hlyti að fylgja mörgum og frekar litlum eða miðlungsstórum flokkum. Þannig að ég tek nú kannski ekki alveg undir með þér, sem þú segir í myndbandinu, því fleiri flokkar því betra, en svona aðeins í áttina af því. Ég held að það sé ekkert af því að vera með 7, 8, 9 flokkar. Ég veit að Sólveig Anna þarf að bregða sér að bæ, þannig ég ætla að skjóta einni spurningunni áður en hún fer, sem að er hvaða gildi hefur sósíalistaflokkurinn haft í það sem að við höfum kallað endurreisn verkalýðshreyfingarinnar eða vorið í verkum. Já. Að sá svona hópur sem að kom saman og gekk í þá vinnu að bara að útbúa þetta svona það er svona, hvað get ég sagt, rými sem að bjó svo til mómentið sem að
móbiliseraði B-listan sem að sigraði svo kosningarnar í Eflingu var náttúrulega spratt upp úr aktivisma fólks hjá sósíalistaflokknum. Ég veit að það eru tvö tól sem að vinnuaflið hefur sem að sögulega hafa gagnast þeim best. Það annars vegar verkalýðsfélög og svo flokkur og þegar hafa verið öflug og máttug þá hafa miklar framfarir átt sér stað í tilveru vinnandi fólks. Við erum enn stutt á veg komin í þessari svona endurreisn verkalýðshreyfingarinnar, jafnvel þó að við höfum nú þegar unnið mikilvæga sigra, eins erum við náttúrulega stutt á veg komin í starfi þessa flokks, þannig að það eru náttúrulega risastórar spurningar sem enn er algjörlega ósvarað hvað verður, en eitt í það minnsta víst að það var gríðarlega og gríðarlega mikill vilji hjá töluvert stórum hópi fólks til þess að bíða ekki lengur eftir því að einhver annar færi þeim einhverja lausn, færi þeim einhverja frelsun, færi þeim svör, heldur að grípa málin í sínar eigin hendur í samstarfi við annað fólk og það þetta risastóra mikilvæga skref sem að varð að stíga og hefur sem betur verið stigið. Og svo þurfum við öll að bíða og sjá hvað verður á næstu misserum. Það góður hópur af fólki, miklu merkilegsinnum þegar við séum Ögmund og svo Katrín Baldursdóttir og Ragnar Þór Ingólfsson. En ég sé að Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, komin hingað. Og mig langar að spyrja þig, Logi, hvernig lítur þú á Sósíalistaflokkinn? Hann fleinn í holdi Samfylkingarinnar eða yngist þið upp og frískist við að hafa róttækari flokk þarna vinstra megin við ykkur? Já, ég ætla nú að byrja á því að óska þér til hamingju afmæli og senda kveðju hjá félaga okkar sem ég með í fanginu og færa að hlusta á þetta. Nei, ég held að í rauninni við höfum ekkert hvorki efni eða leyfi til þess að horfa á sósíalistaflokkinn sem einhvern flein. Sem betur fer búum við í þannig samfélagi að fólk getur stofnað flokka og boðið fram ef það ekki ánægð með þá sem eru fyrir. Og þá eini valkosturinn að horfa á þá og láta þá í rauninni hvetja sig til enn betri verka. Ég geri ráð fyrir því að stefna ykkar þegar hún birtist fyrir kosningar verði öðruvísi en okkar. Við byggjum þó þrátt fyrir allt á sömu grundvallagildum. Ég held að við deilum að mörgu leyti sýn á hvað þarf til þess að samfélagi verið betra og ég held við séum meira að segja sammála hvernig samfélag best. Þannig að ég kýs, fyrst þið eru komin fram á vettvanginn, að líta á ykkur sem félaga í baráttu fyrir betri heimi. Auðvitað hefði ég viljað sjá Samfylkinguna stóra og stærri en hún og þessi tilraun til sameiningar allra vinstri manna, hún ekki að ganga upp í augnablikinu á minnstakosti og þá lít ég þá mitt hlutverk sem formann Samfylkingarinnar að vera með í að fylkja saman líkt þengjandi flokkum og mynda félagshyggju græna félagshyggju stjórn. Og þar horfum við auðvitað til ykkar eins og annara. Það verður alltaf fyrir myndu á þetta dag að hafa við rauðaborði kannski
þætti einstaka flokka eins og Samfylkinguna og kannski viltu taka þátt í því og vera að velta fyrir sig bara svona sjálfsmynd flokkana og hvernig þeir sjá svona hvert þeir eru að fara og hvað þeir vilja gera og þá kannski spurning sko, myndir þú vilja sjá Samfylkingu sem myndir rúma eða megni að þeim sem eru í Sjálfstæðisflokknum að vera með svo breiðan flokk að það væri rúm fyrir það og jafnvel flokk fólksins og hluta Pírötum og svona, eða er þetta einhver sko draumur sem að kannski var aldrei hægt að láta ganga upp og það sé eiginlega eðlilegra að fólk sæki fram í ólíkum flokkum mörg næstu ár. Ég spyr svona hluta til að mér langar að vita hverju svona sjálfsmynd Samfylkingarinnar líka svona því að þú kannast við þetta svona eilífa tala eitthvað sundrungu á vinstri vagninum sem að ég persónulega kann bara ekkert svo við sko, ég var ekkert svo mikið varð við hana. Nei, ég held að sko Samfylkingin á töluvert inni til þess að fylla út í fötin sín. Þannig að ég get alveg séð fyrir mig Samfylkingunni sem rúmar víðari sjónarmið heldur en hún gerir akkurat í augnablikinu. Ég held að það hafi verið töluvert meiri munur frá þeim hægri sinnuðustu yfir til þeirra vinstri sinnuðustu svona þegar hún var sem stærst og ég held að við getum alveg auðveldlega tekið okkur meira pláss. Það að mörguleyti líka vandasamt að hýsa mjög margar skoðanir innan sama flokks, það bindur fólk meira. Ég hins vegar alltaf verið hrifinn af samstarfi á sem mestu jafnréttisgrunni. Þannig að ég sé það ekkert sem neitt afar kost að þurfa að eiga í samstarfi við fólk þó það sé jafnvel í öðrum flokkum en ég sjálfur. Þannig að ég held að eins og Ólafur kom inn á áðan, ég held að það sé nú í rauninni bara orðin staðreynd að flokkum að fjölga. Við sjáum líka til dæmis bara í Noregi þar sem að sko verkamannaflokkurinn hefur haft ægi sjálf yfir aðra flokka. Hann að upplifa sig núna í sinni fyrstu skoðanakönnun sem þriðji stærsti flokkurinn. Og þetta hugsanlega þróun sem við höfum eftir að halda áfram að sjá og þá verðum við bara að vera nógu duglegir og dugleg að tala saman þvert á flokkan. Og ég aðeins svindla og spyrja þig Ögmundur svona með þetta í hug þegar að Logi var að tala svona að hafa margar raddir inn í flokkum og það hefur reynst mörgum flokkum ekki vel og gengið erfiðlega og VG kannski skýrasta dæmi það að það gekk alveg svakalegt á kjörtímabili 2009 til 2013 sem að var bara mikill flótti út úr flokknum. Lilja Mósesdóttir, Guðfríður Lilja og Ásmundur Einar og Atli Gíslason og Jón Bjarnason og þessu kjörtímabili líka fólk að fara út úr flokknum. Hvað þetta kultúrin inn í VG eða þetta kultúr í stjórnmálum samtímans að fólk verði að vera svona bara á einni ákveðni línu eða hvernig þetta með þetta? Erst þú sár eftir jöruna í VG? Það voru að kveikja og það voru að mút það heyrist ekki í þér Ögmundur. Það heyrist ekki í þér, þú verður að taka hljóðið af. Setja hljóðið af. Já, nú það fór aftur. Það kom í smá stund. Ögmundur. Það kom í smá stund og svo slöknaði aftur. Hún að komið. Já. Nei, ég ekki neitt sár en ég hef verið að fylgjast með því sem hefur að gerast í svona mótun og þróun íslenskrar stjórnmála hefðar og hort þá til landanna í kringum okkur einnig. Ég var þeirra skoðunar mjög eindregið í byrjun 10. áratugarins þegar menn fóru að tala samfylkingu og mynda stóra, breiðar heildir, stóra flokka. Þá var ég upphaflega svona jákvæður gagnvart þessu. Síðan sáum við hvert stefndi í krataflokkunum í löndunum kringum okkur í Bretlandi með fleirirismannum svona þegar leið á 10. áratuginn. Við sáum það sama gerast á Norðurlöndunum og Þýskalandi. Þá svona dvínaði minn áhugi að hlaupa undir þá vængi
En ég var alla tíð á þeirri hugsun sem að Logi orðar hér áðan, að fólk sem telur sig vera að beita sér fyrir félagslegum gildum, að það eigi að starfa saman þótt í mismunandi flokkum sé. Og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að flokkar eiga að geta fæðst og flokkar eiga að geta dáið. Og það alltaf hætt við því í stórum valdablokkum, í stórum flokkum á borð við breska verkamannaflokkin, í þessum stóru valdablokkum, að það geti ekki gerst. Slík gerjun, slík umræða, slík þróun geti ekki átt sér stað. Ég var óskaplega, þú spyrðum, sárindi og reiði og svo framvegis. Ég var mjög reiður þegar að Alþýðuflokkurinn myndaði stjórn með Sjálfstæðisflokknum 1991. Það var gert daginn fyrir 1. maí, ég gleymi því nú aldrei, að mér fannst það vera nánast Drottninsvík þegar að það gerðist. Og síðan náttúrulega hefur þetta gerst aftur, Samfylkingin fór með Sjálfstæðisflokknum 2007 og bara virtist líða ágætlega í því faðmlagi. Nú VG komið upp í til þessa ísbjarnar og búin að búa með Sjálfstæðisflokknum í 3 ár. Ég var aldrei hrifinn af því ráðslagi. Þannig að það hefur gengið á ýmsu, en þegar ég segi eða vísa til svona stjórnmála hefðar og hvernig hún hefur verið að þróast, þá finnst mér að við þurfum að slaka á öllu sem að heitir flokksagi og flokkslína. Þegar að menn tala samstöðu, þá ég fylgismaður samstöðunar, en ég fylgismaður samstöðu þessi gildi sem við vorum að tala stefnumarkmiðin sem við höfum sameinast og bjóðum fram á grundvelli þeirra. Og við töldum okkur í VG að við værum aldrei að hverfa frá þessum stefnumarkmiðum. Við vorum hins vegar að takast á við sjónarmið sem voru af öðrum toga. Það var að segja að fylgja stofnuninni, flokknum, þeim sem fóru fyrir þar. Og þar lá ágreiningurinn. Hann var miklu fremur í svona afstöðu til lýðræðisins, til einstaklingsins, heldur en til stefnumarkmiðanna sem slíkra. Við gagnrýndum flokksforystuna fyrir að fylgja ekki þeim stefnumarkmiðum sem við höfðum sameinast í kosningum. Þannig að þetta svona flókin mynd, en í stuttu máli þá ég því fylgjandi að þeir sem eru svipara skoðunar leggja áherslu á hinn félagslegu sjónarmið, að þeir eiga að reyna að ná saman eftir föngum, en það sem ég vil fá inn á þingi núna, ég vil fá kröftuga málsvara þess sem við vorum að ræða hér áðan, sósíalismans. Við erum að tala ég var að tala markaðsvæðingu og einkavæðingu. Alþingi Íslendinga með öllum atkvæðum, nema einu, það var Oddný Harðardóttir, greiddi atkvæði með því að hleypa fjárplóksöflum hérna inn í vegakerfið. Það var samþykkt hinn nýja samvinnustefna Framsóknarflokksins, hún gengur út á það á vegunum, að opna fyrir fjármögnun einkaaðila á vegakerfinu. Og ekki bara fjármögnun, heldur eiga þeir að fá aðgang að arði af rekstri vegakerfisins. Þetta að gerast bara núna. Og það var 1 atkvæði á móti. Allir hinir greiddu atkvæði með þessu. Og þau eru búin að ganga frá kvótasetningu makrílsins. Þeir gerðu það. Grásleppan á leiðinni þangað líka. Og þá spyr ég, hvar eru þær raddir í þinginu sem að andæfa þessu og reyna að snúa pendúlnum eitthvað tilbaka í áttina að því sem að félagslega sinnað stjórnmálafólk talar fyrir í kosningum hverju sinni. Ég vil sjá þetta gerast. Logi, eru þetta? Já, hann að punta niður, hann að skrifa þetta hjá sig. Ég veit gott. Já, Katrín Baldursdóttir, þú ert sósíalískur verkalýðssinni eða sósíalistaflokkurinn, það flokkur sem hentar þér? Heldur betur. Ég bara hoppaði hæð mína þegar allt í einu
síðan 12. ríki Noregs var orðin sósíalistaflokkur Íslands, þá var sko gaman hjá mér og ég bara dansaði að gleði heima hjá mér og fór strax mjög fljótlega að skrifa á þessa síðu. Og ég man það, ég hef alltaf verið sósíalisti, alveg frá því ég var bara lítil stelpa. Ég ólst upp við mikla pólitísku umræðu og var alltaf róttækari heldur en nokkurn tíma foreldrar mínir voru. Og ég einhvern veginn lít á sósíalisma sem skynsemi og geri það vegna þess að það er skynsamlegt að auka jöfnuð, það er skynsamlegt að eyða fátækt, það er skynsamlegt að útrýma biðröðum við hjálparstofnanir, það er skynsamlegt að allir geti mennta sig frítt, farið til læknis frítt og fengi þá þjónustu sem það þarf á þess að greiða fyrir það, á þess að sé þannig uppbyggt að þeir ríkustu geti veitt sér mest. Það er líka skynsamlegt, finnst mér, að fólk í atvinnulífinu, þá skulum við koma að því sem hún stóð að tala um áðan og tengja með verkalýðshreyfinguna. Það er skynsamlegt að fólk búi ekki við kúgun og yfirráð eigenda og yfirmanna sinna á vinnumarkaði. Það er skynsamlegt að launþegar fái sjálfir það að segja hvernig þeim líður, hvað er gert, hvernig uppbyggingin er á vinnustaðnum. Það er skynsamlegt og atvinnulýðræði finnst mér skynsamlegt og það sem er svo merkilegt við þetta er það að almenningur, hann vill þetta. Almenningur vill hafa þetta svona á þann hátt sem ég er að lýsa. Almenningur vill hafa meir það að segja hvernig hlutendur eru ákveðnir, hvað er ákveðið og hvað er ekki ákveðið og svo framvegis í vinnuumhverfinu. Og fólk vill þetta, það vill engin fátækt, það vill engin þennan ójöfnuð. Málið er bara að það sem ég held að skipti öllu máli er það að þessi gríðarlegu ítök sem að auðvaldið, auðmenn út allan heim hafa í fjölmiðlum. Þessum áróðri er viðhaldið að þessi kapitalismi sem settur var á stofn á sínu tíma, að hann sé eina kerfið. Nútíma kapitalismi sé eina kerfið sem sé skynsamlegt. Allt hitt sé rugl og bull. Og það er þetta sem að skiptir máli og fólk átti sig á samhenginu þarna á milli, finnst mér að það sem það vill í raun og veru er ekki það sem auðmenn vilja. Það er ekki það sama og þess vegna höfum við skilgreint í sósíalistaflokknum að þeir ríku, það eru þeir andstæðingar okkar. Við erum að berjast við þá ríku sem eiga allt, hirða allt og græða allt og nútíma kapitalisma. Svo er annars ég vil koma inn sem er líka svo fáránleg mýta í sambandi við sósíalisma, finnst mér nútíma, samtíma sósíalisma og það er að sósíalismi sé á móti fyrirtækjum. Smáfyrirtæki, fjölskyldufyrirtæki og verslun og þjónusta. Þetta var allt saman til áður en nútíma kapitalismi var fundinu. Þetta var allt saman til og að sjálfsögðu er eins og ég lít á það, ég ætla ekki að svara fyrir sósíalista alla, ég er að segja, ég er alls ekki á móti smáfyrirtækjum, ég vil að þau einmitt blómstri, fólk fái raunverulegt frelsi, heldur og það sé, þegar að þetta er svo ótrúlegt þegar sjálfstæðismenn og þessir nútíma ríku auðmenn eru að tala frelsið. Það er ekkit frelsi nema fyrir fáa. Það er ekki frelsi fyrir fjöldan, alls ekki. Og það er það sem við sósíalistar boðum, raunverulegt frelsi. Það er talað samkeppni á Íslandi, það er í raun fákeppni. Þetta er allt í rugli. Þess vegna finnst mér sósíalismi algjörlega tímabær, löngu komið tíma, gamlar mýtur það að sósíalismi sé úreltur. Sósíalismi í dag er ekki það sama hann var. Það er ekki hægt að horfa á þig, Gunnar Smára, og segja til hamingju með ammali, þú helvíti Stalín. Þetta er ekki svona. Heldur hefur sósíalismi þróast og dafnað og nú er hann að koma fram sem að mínu mati er eina raunhæfa stefnan og ekki nóg með það.
heldur eina raunhæfa stefnan í umhverfismál. Það eina sem getur bjarga náttúrunni sósíalismi. Ok, herðu, Ragnar Þór, höldum okkur við verkefnismál. Þegar flokkurinn var stofnaður, Sósíalistaflokkur Íslands, það var 1. maí 2017, þá fyrrum daginn að þá tölum við á fundi sem var á Austurvelli í ótrúlegu úrhelli. Það var eins og hefði opnast flóðgáttir himinsins. Ég vil aldrei séð aðra eins rigningu í Reykjavík. En þá tölum við og Sólveig Anna og fleiri og undir yfirskriftinni endurreisn verkalýðshreyfingarinnar. Ég náttúrulega tengi þetta algjörlega saman, uppbyggingu flokksins og stofnunans og svona erindi hans í stjórnmálum. 2017 þá var gengið til kosninga og þá ákvað Sósíalistaflokkurinn að bjóða sig ekki fram, heldur að beina kröftum sínum að þessu verkefni, endurreisn verkalýðshreyfingarinnar. Sér þú að flokkurinn hafi skipt máli í því sem að ég veit að þér þykir vænt sem svona endurnýjun forystu verkalýðshreyfingarinnar? Já, ég tel að Sósíalistaflokkurinn hafi í rauninni komið inn með miklu meiri þunga heldur en kannski fólk almennt gerir sig grein fyrir. Þá, eins og sé, staðsetur sig á mjög afgerandi stað í pólitíkinni og við sem höfum verið að kalla eftir breytingum í Verkó og ég myndi segja að við séum komin á vel á veg með þær breytingar sem við kölluðum eftir. Hér hafa verið breytingar náttúrulega stærstu stéttarfélögunum, forystunni þar og algjör breyting á forystu Alþýðusambandsins og ég hef síðan sjálfur verið að kalla eftir breytingum á þessu pólitíska umhverfi og inn á Alþingi. Bæði þessum stjórnmálakultúr og líka það að það komi hér inn stjórnmálaöfl sem að hafa verkalýðsarminn eða stefnu og markmið verkalýðshreyfingarinnar að leiðarljósi sem helstu stefnumál. Og þetta parast alveg við það sem við höfum verið að gera. Nú þegar ég kem inn í verkalýðshreyfinguna 2009, inn í stjórn VR og síðan verð formaður 2017, að þá á þessu tímabili verkalýðshreyfingin að skrapa botninn í trausti í íslensku samfélagi. Það sem gerist síðan eftir tilkomu B-lista, Sólveigar Önnu og félaga inn í Eflingu og síðan í framhaldi þær breytingar sem verða á forystu hreyfingarinnar innan ASÍ að þar gjörbreytist þetta viðhorf almennings til bæði forystunar og verkalýðshreyfingarnar sem þrýsta til að fara með umboð okkar félagsmanna í þeim þjóðþrifamálum og inn í þær breytingar sem við viljum sjá í íslensku samfélagi. Þetta hefur ekki gerst í pólitíkinni því miður. Ég hef verið innan hreyfingarinnar og gert kjarasamninga aðeins lengur heldur en ég hef verið formaður þar sem ég var í samninganefnd VR frá 2009 og hef við höfum verið í kjarabaráttu með allskyns samsettum ríkisstjórnum, hægri og vinstri, Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks og svo framvegis og síðan nú nýlega þessi ríkisstjórn, sitjandi ríkisstjórn, það Framsókn, Sjálfstæðisflokkur og Vinstri græn og allar þessar ríkisstjórnir sem hafa verið eiga það sameiginlegt að loforð, samningar og undirritaðar samningar jafnvel og loforð og ekki bara kosningaloforð, heldur líka samkomulag sem verkalýðshreyfingin hefur gert við þríhliða samkomulag við stjórnvöld og svo atvinnulífið að eru ekki orðanna né pappírsins virði. Það hefur þurft að toga allt upp með töngum og ég held að þetta endurspegli kannski svolítið virðinguna sem maður hefur fyrir Alþingi og flokkunum sem hafa stjórnað hér undanfarin ár og tíu og það endurspeglast líka í því að traust almennings til stjórnmálanna og Alþingis skrapar botninn í íslensku samfélagi. Okkur tókst að snúa þessu við í Verkó og ég held að okkur muni takast að snúa þessu við í gegnum pólitíkina. Og þá horfi ég til þess og hef lagt til að verkalýðshreyfingin gerir sig meira gildandi í pólitísku umhverfi, bjóði sig fram
eða taki sér mun ríkari stöðu með stjórnmálaflokkunum, annarkvort eins og til dæmis Ögmundur kom inn á sem óháður hópur með einhverju framboði eða með öðrum hætti. En þetta verður einfaldlega að gerast, annars munum við ekki ná þeim grundvallarbreytingu sem við vitum öll og þekkjum öll að þarf að gera og það er nóg að taka. Það eru tvö hérna sem að þekkja stjórnmálin í Bretlandi, minn okkur aðeins að koma að því á eftir, en ég ætla að stoppa við hjá Kristíni Má út af því sem að Kristín Már Ásaksson, út af því sem að Ragnar Þórir að tala lítið traust á stjórnmálum, sem að vegna þess að þú skrifaði nú frábæra grein á Vísi sem að birtist í morgun held ég, vanda lýðræðisins. Stundum heyrir maður að þegar maður að tala Sjálfstæðisflokkinn og stjórnmálaflokk, að fólki finnst það eiginlega svona, að fólk hefur svo litla trú á stjórnmálunum, að það hefur eiginlega ekki trú á því að það sé hægt að breyta það með því að stofna enn eitt flokkinn eins og fólk segir. Það er svo ríkt í mörgum og bara ég myndi halda bara 80% af þjóðinni, eitthvað svona stórkostleg svik stjórnmálana, að upplifi stórkostleg svik stjórnmálana. Og þá ætla ég bara að koma einfalda spurningu til þín. Er hægt að stofna stjórnmálaflokk og ætla að bæta stjórnmálin með því, eða eru stjórnmálin bara ónýtt? Já, góð spurning. Einn flokkur getur hann breytt miklu, sko. Ég held að við förum aftur til sem Sólveig Anna sagði áðan, að það var alveg rétt hjá henni að það var þannig að þegar helstu breytingar urðu á 20-öldinni, að þá var það þegar verkalýðshreyfingin var sterk og stjórnmálaarmur verkalýðshreyfingar var líka sterkur. Þannig að eitt svar við þessu spurningu að það eru svona málega líkur að því að sósíalistaflokkurinn einn og sér muni ekki ná miklum árangri. Hann þurfi sterka verkalýðshreyfingu eða minnsta kosti einhver sterk almannasamtök sér að baki til þess að ná raunverulegum árangri. Við hefum séð fullt af flokkum brjótast fram náinn á þing smærri mál, breiðari afstöðu og svo framvegis, en hafa náð mjög litlum árangri á síðustliðnum á nýfrjálshyggjutímanum. Það var á tímabilum þar á undan þar sem voru miklu sterkari almannasamtök og verkalýðshreyfingin var svona meira gildandi í pólitísku umræðu sem að náðist árangur í gegnum stjórnmálaflokka á þeim tíma og meira segja fyrir að hugsa sko aftur til tímabilsins frá seinni heimsstyrjöld og fram til 1980 að þá var það þannig að hægri flokkarnir voru líka miklu lengra til vinstri og það var hluta til vegna þrýstings frá almannasamtökum og verkalýðsforystu og svo framvegis sem að þvingaði öll stjórnmálin til vinstri. Síðan á nýfrjálshyggjutímanum hefur þetta snúist við eins og Ragnar var að tala að þegar það kemur fram undir og eftir hrun og þá traust á verkalýðsfélögum mjög lítið og forystu þeirra og fólk upplifir eins og þau að yfirgefa sig. En varðandi traust á stjórnmálum, sko, ég myndi svona halda það fram að það sé eins og ég gerði í greininni, sko, það er ekkert nýtt að almenningu vantrausti stjórnmálum. Alveg fór að upphæða bara strax eftir frönsku byltinguna að tala fræðimenn að það verði stóru hópar útundan og eru stóru hópar útundan sem hafa verið skildir eftir allan tíman en þó mismikið. Koma tímabil þar sem að næsta árangur fyrir höndina verð settu en svona heilt yfir og stórum hlutum alveg frá 1789 eru svartir, fólk sem ekki hvítt og aðrir að berjast í bakkum og njóta ekki sömu réttinda, aðgengis, jafnréttis, jöfnuðar og svo framvegis. Konur og svo framvegis hafa þurft allan tíman, samkynhneigðir, trans í dag og svo framvegis. Það eru risastóra hópar sem hafa allan tíman þurft að berjast fyrir sínu og ekki náði í gegn og átti erfitt með það í gegnum stjórnmálum. Raunveruleikinn sá að við til að gera stóra breytingar þarf líklega að gera þær í gegnum stjórnmál sko. Og það má, en eins og ég segi, svona stuttasvarið að ég held að sósíalistaflokkurinn einn og sér muni ekki duga til sko. Sagan kennir okkur að hann þurfi mikinn stuðning frá almannasamtökum og almenningi til þess að ná einhverjum raunverulegum árangri. Jafnvel átt hann fengi þokkalega kosningu, að þá er það oft ekki dugað til þess að koma hlutum í gegnum kerfið. Þá förum við til Bretlands, Guðmundur Auðunsson. Þú tókst þátt í starfi Momentum sem var svona hollvinarsamtök Jeremy Corbyns
á svipuðum tíma og var verið að stofna Sósíalistaflokkinn hér og það var svona stemming víða lönd. Frábæra framboð Bernie Sanders var 2016 og þannig að Sósíalistaflokkurinn stofnaður 2017, þannig að á þessum tíma leit út fyrir að það væri stórkostleg stegla í svona endurfæðingu vinstrisins. Þessar sögur báðar, ég tek dæmi af þessum Bandaríkjunum og Bretlandi, hafa eiginlega súrnað. Ömurlegu endalok Corbynista og Corbyn-bylgjunnar í verkamannaflokknum bretska og flokkseigandafélag Demókrataflokksins eiginlega drap bylgjuna hjá Bernie Sanders. Er þessi bylgja eða á Sósíalistaflokkurinn á Íslandi eitthvað skylt við þetta og má líta svo á ef hann var hluti af einhverju bylgju svona víða okkar heimshluta að sú bylgja sé að fjara út? Sko, af því að ég held að sé nauðsynlegt að sérstaklega það sem að minn gamli kennari í háskólanum í stjórnmálafræði, Ólafur Harðarson, var hérna fyrir kvöld, að þá vil ég setja þetta aðeins í samhengi frá Bretlandi og Íslandi og hluta til í Bandaríkjunum. Ég er af Thatcher-kynslóðinni, það er að segja ekki af hennar kynslóð heldur af börnum Thatcher. Það er að segja, ég kemst í pólitískt þroska á 9. áratugnum þegar að Thatcher kemst í valda í Bretlandi og það er ekki hægt að ýkja þá byltingu sem átti sér stað þá í Bretlandi, pólitísk og efnahagslega byltingu, vegna þess í raun og veru var það bylting nýfrjálshyggjunnar. Það var grafið undan eftirstríðsára svona konsensinu í Bretlandi og þetta hafði verið, fræðin hafði verið þarna, nýfrjálshyggjufræði og Thatcher setur þau í samhengi. Síðan á sama tíma, undir lok 9. áratugarins, þá vinna má segja Vesturlönd í kalda stríðinu og Sovétríkin hrynja og þá verður einhvers konar svona konsensus það að sósíalismi og sósíalískar hugsanir hafa tapað og meira segja kemur þetta inn í verkalýðsflokka á Vesturlöndum. Það er hægt að horfa á því í Skandinavíu og enn frekar í Bretlandi er það að verkalýðsflokkar sem áttu rætur sínar í verkalýðshreyfingunni og eru ennþá með sterkar rætur í þeir í raun og veru gleypa frjálshyggjuna og að mörgu leyti gera verkalýðsfélögin það líka að þau samþykkja kerfið verður bara svona, nýfrjálshyggjan er það sem við vinnum með, nú viljum við bara fá aðeins meira til okkar, við viljum svona reyna að lappa upp á heilbrigðiskerfi, allavega veita sem mest fría þjónustu þó að jafnvel að það var mikill kratismi að það væri ókeypis menntun og ókeypis heilsugæsla en það mættu einkaaðilar reka þetta líka. Og þetta birtist auðvitað Bretlandi með Blairismannum og á Íslandi á sama tíma er svolítið annað merkilegt að gerast en fellur inn í þessa umræðu er það að við endalok kalda stríðsins að þá fara menn að líta á það NATO-spurningin skiptir ekki eins miklu máli Alþýðubandalagið og forverar þeir vildu ekki taka þátt í NATO vegna þess að þeir vildu ekki taka afstöðu í kalda stríðinu og vildu allavega ekki taka afstöðu með Bandaríkjamönnum. Þannig að það var lítið á það þessi ásværi horfinustjórnmálunum, þá var þetta ekkit einfaldara en að sameina gömlu flokkana sem áttu rætur sinnar í Alþýðuflokknum. Og það er auðvitað hlutin af því sem að hvernig samfylkingin verður til. Og samfylkingin verður til á nákvæmlega þeim tíma þegar blairisminn er að koma fram í stórum stíl, verður sterkt aflíðni í Bretlandi og pólitíkin er mjög einföld. Það er það að við erum betri til að reka kapítalíska stjórnabatteríið. Kapítalismin ræður öllu í hagkerfinu
En við viljum taka nógu mikla skatta að sé hægt að borga, gefa allavega fría heilsugæslu og lágmarksvelferð og á sama tíma að koma mikil réttindabylgja sem átti rætur sína allt á 7. áratuginn réttindi samkynhneigðra, feminisma og réttindi minnihlutahópa. Þannig að þessir sósíaldemókratísku flokkar sem hafa nú umhverfst yfir í frjálslynda nýfrjálshyggjuflokka, það að segja frjálslyndir frá samfélagslegu sjónarmiði, þeir taka þetta til sín og segja, ok, við erum mennirnir sem ætlum að berjast fyrir réttindum minnihlutahópa, við erum þeir sem ætla að líta á grænumálin, við erum þeir sem viljum berjast fyrir svona framfara sinnum samfélagi, meðan að hægri flokkarnir eru þeir sem vilja halda í gamaldags viðhorf. En það allir samanlega það, og svo erum við bara með betra fólk til að reka ríkisbatterið í svona kapítalska umhverfi. Í þessu samhengi verður Samfylkingin til á Íslandi. Vinstri grænir svolítið merkilegt og ég fattaði það reyndar ekki. Ég gerði stofnfélagi í Vinstri grænum, kom úr Alþýðubandalaginu. Það tók mér svolítið tíma að fatta það að Vinstri grænir eru ekki framhald af Alþýðubandalaginu, eru í raun og veru alls ekki framhald af Alþýðubandalaginu. Þetta var saman að vissulega róttækum öflum. Ég eins og Katrín, ég hef verið sósíalisti alla mín ævi, svo ég var alltaf að leita mér að farvegi það sem það henta best lífskoðunum mínum. En Vinstri grænir í raun og veru verpast yfir í það, sérstaklega í Reykjavík, þar voru svona róttæk öfl, en mikið af þeim voru svona eins og maður segir einsmálsma, það að segja, það voru svona síló, grænmál, mannréttindamál, minnihlutahópa og svo framvegis. Út á landi má segja að Vinstri græn hafi í margu leyti verið gamli vinstri armur Framsóknarflokksins. Og þetta verður svona samsuðað úr þessu, meðan að Samfylkingin breytist eiginlega yfir blerískan flokk. Þarna erum við að tala fyrir raun að sjálfsögðu. Þessi heimsmynd, þannig að fjórflokkurinn á mínu áliti, það verður alltaf að tala Vinstri græn og Samfylkinguna sem framhald af fjórflokknum, ég held að það sé ekki rétt í raun og líta á það þannig. Fjórflokkshugmyndin hrynur á 10. áratugnum. Þó að flokkar haldi áfram sem að hafa verið kenndir við gamla fjórflokka. Þessi nýja heimsmynd, flokkamynd að mínu áliti hrynur gersamlega við 2008 og upp úr því verður algjör rót á flokkakerfið og flokkarnir og þá allt í einu komin það hefur verið að krauma undiralda í samfélaginu, róttæk undiralda sem búin að vera, hún birtist jafnvel svo snemma sem að lok aldarinnar og byrjun þessar aldar, lok síðustu aldar og byrjun þessar aldar, þá finnum maður svona undiröldu hjá ungu fólki sérstaklega, another world is possible, World Social Forum og svoleið. Þetta var í miðju uppsveiflu nýfrjálshyggjunnar, þannig að þetta var litið á þetta sem að vera unglingar og krakkar í einhverju vitleysu, en þessi undiralda smátt og smátt að komast upp á yfirborðið. Korbinismin og Sander í raun og veru framhald af þessu með hruninu á nýfrjálshyggjunni, allavega hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar hrundi 2008, hversu lengi hún lafir annar mál. Og Blair og Corbyn og Sanders eru í verkuleiti svona endurvakning á þessum nýju hreyfingum, róttækur hreyfingu 21. aldar með jarðtengingu í hinn klassíska sósíalisma. Blair, ég ætla ekki að fara út í það nánar hvað með Corbyn, það auðvitað við þekkjum söguna, það kemur inn í Brexit, hann nær stórsigri 2017, tapar síðan flokkurinn undir hans stjórn stórt 2019, en á sama tíma hefur hann tekist að fanga athygli unga fólksins, fólki sem horfir á framtíðina
sósíalíska framtíð og hann misti ekki fylgi hjá þeim. Það sem honum mistókst, og Brexit spilar þar auðvitað inn í, var að halda klassísku gamla verkalýðsfylgi sem átti rætur sínar margveldi í riðbeltinu, fólk sem að gefast upp en ekki alveg búin að átta sig á því hvað tekur við. Sanders, aftur á móti í Bandaríkjunum telja, þó hann hef ekki náð tilnefningu, þá held ég að hann hafi breytt bandarísku stjórnmálum til langtíma. Þannig að þó að Biden sé svona klassískur miðjudemókrati, að þá sé búið að breyta umræðin í stjórnmálum í Bretlandi með tilkomu hans. Og núna vil ég tengja þetta við það sem að gerast á Íslandi. Að sósíalistaflokkur Íslands mörgulítið merkilegur að því leyti að það eru ekkert mjög margir flokkar í íslenskri sögu sem eru grasrótaflokkar, nýjir flokkar sem eru grasrótaflokkar. Kvennalistinn var einn af þeim, en hann var mörguleiti einsmáls eða svona síló, flokkur sem var að berjast fyrir kvenréttindum og jafnréttismálum, eins mikilvæg þau voru, og snerist það fyrst og fremst við það. Hreyfingin, eða borgarhreyfingin og síðan hreyfingin sem í raun og veru afsprengi uppreisnar fólksins gegn nýfrjálshyggjunni 2008. Pírataflokkurinn mörguleiti svona samloðandi og svona kemur frá því, og núna sósíalistaflokkurinn. En sósíalistaflokkurinn á það sem gerir hann virkilega mikilvægan í dag það ekki bara þetta grasrótaflokkur sem að koma fram, heldur hann byggður upp af fólkinu sem að minnst má sín í samfélaginu. Það ekki tala að allir sósíalistar séu að berjast í bökkum, heldur það að þetta fólkið sem löngu búin að fá nóg, en fær sér farveg í þessu nýja stjórnmálaflokki, sósíalistaflokknum, og þess vegna ég sannfærður það að þetta bara að byrja. Þessi flokkurinn á eftir að byggja sig upp, en byggja sig upp öðruvísi en flestir stjórnmálaflokkar sem nýjir stjórnmálaflokkar á seinustu 30-40 árum það að hann byggður frá grunni og hann ætlar sér það að efnahagsmálin, flokkur, kjarnin það að efnahagsmálin það sem skiptir sköpum í samfélaginu. Ekki allt speglist frá því. Að mörguleiti það afturkvæmt til fortíðar það, eða afturkvæmt til, má kalla það, klassísk marxisma, að efnahagsmálin það sem að skiptir sköpum í samfélaginu, ekki bara réttindamál hér eða grænmál hér. Þannig að til dæmis græn stefna sósíalista byggist á því að í eðli sínu sé kapítalismin það sem sé að rústa umhverfinu. Ekki það að með því að henda út plastbókum eða minnka bensínnotkun eða einangra hús sé það sem allt skipti heldur það að efnahagskerfi sem við búum við nákvæmlega það sem að rústa umhverfinu. Og þess vegna held ég það að sósíalistaflokkurinn sé ekki bara komið til að vera, heldur hann í raun og veru birtingamynd ákveðin róttækar uppvakningar sem á sér stað núna í samfélaginu í dag. Halla, ég ætla ekki að spyrja þig sósíalistaflokkurinn, heldur gefa mér það bara að hann sé hluti af svona deiglu sem að sé í gangi í vinstri hlutanum, í sósíalismunum víða heim. Þú tókst tekið þátt í stjórnmálastarfi hér. Við erst núna framkvæmdastjóri í ASÍ, en varst líka á tímabili starfaðir með breska kvennalistanum og eftir að þú komst inn í ASÍ þá hef ég tekið eftir því að vera að bjóða svona róttæku fólki í spjall þarna víða að úr heiminum að kasta inn svona til endurnýjunar. Ég má bara spyrja það, þessa svona endurskoðun vinstrisins eftir hrun og síðan kannski með enn auknu afli núna í kórónakreppunni og kórónafaraldrinum og kreppun sem henni fylgir. Má ekki bara spyrja þig, hvert vinstrið eiginlega að fara?
Já, þegar þú ert spurt. Fyrsta lagi takk fyrir boðið og til að hafa mikið með afmælið. Þetta er mjög skemmtilega leið til að halda upp á afmælið sitt og efna til stjórnmála umræðu og Zoom. Og eflaust verður minnað eftir því sem einhvern tímann í framtíðinni þegar við verðum minna á Zoom. En já, hvert er vinstri að fara, sko, ef ég vissi það. Ég var náttúrulega úti þarna þegar Jeremy Corbyn var ekki kosinn en vann samt kosningasigur. Hann var út í Bretlandi og var að vinna fyrir annan flokk, var að vinna fyrir breska kvennalistan og en hreyfst mjög með svona í stemmingunni í kringum Corbyn og kannski helst svona það sem er skemmtilegt sem kom frá honum var að hann var tilbúinn í svona stórar hugmyndir og kannski hafði vinstri verið fast í svona incremental steps, svona litlum skrefum sko, til að þoka hlutum áfram en hann var ekki þar, hann var í stórum myndinni. Ég hafði líka fylgst vel með kosningunum 2015 þegar ég bjó úti þá líka þegar Ed Miliband laut til lægra haldi fyrir Cameron. Ed Miliband átti alveg einhverjar stórar hugmyndir en hann var rosalega fastur í sko að búa að aga verkamannaflokkin svona náttúrulega með þriðju leiðinni og svo bara með fjölmiðlum fyllunni í Bretlandi og bara að aga verkamannaflokkin inn í að tala aldrei neitt nema mæta með kostnaðarmat á staðinn. Og þetta var náttúrulega svo leiðileg pólitík sko að maður bara dó sko inn í sér þegar umræðan byrjaði og manifestaði hans byrjaði til dæmis á kafli sem hét The Budget Responsibility Outlook og og maður svona var ekki rosalega spenntur að byrja að lesa það en en ég hrifst með þessu og ég kom heim 2017 og einhvern veginn hélt að einhverju leita kosningarnar þá myndi snúast svona stórar hugmyndir. Ég held einhvern veginn að þessi bylgja myndi rata heim en hún gerði það ekki og þú veist, það er lægt að skoða það bara stefnuskrám vinstriflokkarna og allra nýju flokkarna þú veist, þetta voru ekki kosningar sem var verið að ræða stórar hugmyndir. Ég man ekki eins og alveg hvað var kosið sko. Ég man af hverju var kosið en þú veist, maður man minna bara hvað að vera að kjósa sko. Það voru kannski svona eitthvað svona gamla Íslands spilt, rotið burt en ekki rosalega svona konkrétt svona hvað kom í staðinn. Mér finnst það sem mér finnst áhugaverðast á vinstri vægnum núna og líka bara svona heimsvísu svona að og nú ég veit alveg, ég ekki að fara að halda þið fram að hafa enginn á vinstrinu verið að pæla þessum hlutum áður, alls ekki en mér finnst vinstrið verið farið að eigna sér stærri hluta af umræðum efnahagsmál en það gerði áður og hugmyndin í frjálshyggjunni náttúrulega á undanhaldi og og þar kannski þessir fyrirlestrar sem þú varst að nefna Gunnar Smári og þetta náttúrulega áhuginn minn hefur verið á að tryggja þessar svona stefnur og straumar rati til Íslands og þetta ekkert endilega bara vinstri menn, þetta líka bara þið veitir hagfræðingar og hagsögufræðingar við fínustu háskóli í heimi sem að var okkur við því hvernig eða svona segja okkur hvað reynslan kendi okkur í síðustu kreppu og hvað við eigum að hafa í huga núna og og mér skipta rosalega máli að þessar hugmyndir sko bæði ratingað og svona fáið að lifa dafna og þroskast í íslensku samhengi þannig að mér finnst þetta vera áhugavert síðan finnst mér svona spennandi að fylgjast með þeim sem eru að reyna að hugsa stórt og koma upp rosalega miklar umræður svona græna nýjan samfélagssáttmála beggja vegna Atlantshafsins. Það var fyrir COVID, maður hefði haldið að það hefði átt að vera svona eitthvað moment fyrir Green New Deal í COVID, veist að það væri svona tíminn til að segja að nú hægt að ná í peningana til að hrinda þessu öll í framkvæmd og gera þetta, en það hefur ekkert ekki gerst. Veist, svona, það hefur orðið svolítið undir og við reyndum nú ASÍ, BSRB og Varða stóðnum fyrir einu fundi með einum af hugmyndasmiðum breska svona græna nýja samfélagssáttmálans og við líka fengið til okkar heimsþekktan hagfræðing sem hefur talað hvernig að fjármagna græna nýjan samfélagssáttmála en einhvern veginn hefur svona þetta ekki samt orðið ofan á núna en hagfræðin hefur breyst rosalega á þessum 12 árum sem við erum liðin frá því að við vorum síðast í svipum sporum.
Þú fyrirgefur það, Gunnar Smári, ég fer hérna víðan völl, en ég veit ekkert hvert vinstri að fara. Ég vona að sjá leiðinni til vinstri. Það má fara út víðan völl hér. Hérna, Sanna, þarna fólk búið að vitna í fortilifru sína í pólitík hér og þar. Ég ekki sósíalistaflokkurinn fyrsti flokkurinn sem að þú gengur inn í og tekur þátt í að starfa með. Má ég hérna spyrja þig af hverju? Hvað þú að gera í sósíalistaflokknum? Já, það rétt. Sósíalistaflokkurinn fyrsti flokkurinn sem að ég hef verið í og ég bara fyrir þann tíma þá leiddi ég ekkert hugann að stjórnmálum. Ég tók ekki þátt og ég bara skildi ekki hvað var verið að segja. Mér fannst þetta að vera málefni oft sem að voru mér svo óviðkomandi og þó að ég skildi alveg orðin sem að stjórnmálafólki verið að segja, að því ég skildi tungumálið, þá fyrir mér þá voru þetta svona alveg eins orð sem að þau hefði getað dregið úr poka og sett saman til þess að reyna að mynda einhverjar heila setningar í málsgrein. Ég tengdi ekki og svo einhverjum tímapunkti þá fannst mér að ég ætti nú að skilja þetta og hef kannski litið á heimasíður til að reyna að afla mér einhverja upplýsinga en það náði nú ekki lengra en það. Við mæðgur, við vorum samt alveg meðvitaðir svona hvaða þingfólk var ekki með hlutin á hreinu og ekki tengstum við veruleikann, en þetta svona stafar að því bara að fólki sem að vinnur fyrir heimilin og fólki í landinu ekki alltaf í tengslum við veruleikann og þannig að ég vil frekar halda það hafi verið ástæðan frekar en að ég hafi bara verið svona rosalega heimsk og ekki skilið stefnu samtakana. Og svo kynnist ég sósíalistaflokknum og þar finnst mér bara svona talað á mannamáli, bara svona vera að tala hluti sem að ég þekki og hvað þurfi að breytast til þess að við getum búið í samfélagi þar sem að þú hefur þessa grunnþætti sem þú þarft á að halda til þess að virkilega geta tekið þátt í samfélaginu og ekki einhver svona slagorð eins og útrýmum fátækt og eitthvað þannig, heldur bara svona hvernig það að búa í samfélagi þar sem að þú hefur allt svona þarft, þú veist, hvernig viljum við skilgreina samfélagið, hvernig ætlum við að skipuleggja það og áðan þá var ég að horfa á fréttir og ég náði ekki að horfa á þær klukkan 7 og þegar ég fór göngutúr því ég að reyna að vera ekki alltaf sitjandi bara fyrir framan tölvuna og þannig að ég horfði á fréttirnar í tímaflakki sem sagt á eftir áætlun og svo náði ég ekki að horfa á allt en ég ítti á pásu og sjónvarpið kemur alltaf með einhver svona litla málshætti og það stóð mátturinn með þér og mér fannst þetta svo sterkt og ég hugsaði já, við erum að fara að tala sósíalisma og örugglega af hverju sósíalisma og þá hugsaði ég sko mátturinn með þér, það örugglega eitthvað sem að fullt af fólki í dag, þeim líður ekkert eins og mátturinn sé með þeim, þú veist, hversu margir ætli séu bara útkeyrðir eftir daginn og lífið einhvern veginn bara snýst það, þú veist, vakna, fara í vinnuna, koma heim, elda, ganga frá, fara að sofa, vakna, fara að gera nákvæmlega sama aftur. Þannig að fyrir mér þá snýst sósíalismi það að taka þátt í samfélaginu, taka þátt í nærumhverfinu, fá að skipuleggja, fá að segja þitt, fá að hafa áhrif á það, fá að einhvern veginn svona setja þitt mark á samfélagið og þín rödd, hún raunverulega skiptir máli, ekki bara í einhverju umsögn þegar þú veittir samráð í einhverju ferli við einhverja tillögu hjá Reykjavíkurborg, heldur að þið líði eins og það sem að þú sért að segja og það sem að þú sért að gera, að það virkilega skiptir máli, hvort sem það á vinnustaðnum eða í hverfinuðinu eða bara í einhverju stærri heild í hreyfingu sem að þú ert hluti af og þannig að mér fannst þetta dálítið svona sterkt og sko talandi labbhringinn sem ég tók áðan, þá veit ég ekki sko hvort þetta sé bara mín kynslóð sem að upplifi svona sterkt í rauninni áhrif
þessari svona nýfrjálshyggju og auðvaldsins á samfélagið okkar, en öll þessi svona samkeppni og innræting að við þurfum að standa okkur betur, ef að við erum duglegri að þá getum við einhvern veginn þjálfa okkur upp í það að eiga skilið betra líf. Ef að við einhvern veginn æfum okkur upp í þessa toppstöðu, þá munum við fá stöðahækkun, þá munum við fá 20.000 aukalega mánuði. Ef að við tökum fleiri næturvaktir, þá fáum við þetta auka álag og auka bónus útgreitt, að þá einhvern veginn verði lífið betra, þá getum við sett meira inn á sparnaðarreikning og á endanum getum við keypt íbúð og flutt út úr kjallara hjá foreldrum okkar. Þannig að mér finnst það sem að sósíalisminn gerir að hann skilgreinir mjög skýrt með mjög skýrum orðum hvert vandamálið hver andstæðingurinn og að það þurfa að draga úr skaðlegum áhrifum auðvaldsins á samfélagið allt, en ekki einhvern veginn einstaklingurinn sé vandamáli að hann þurfi bara að vera duglegri að koma sér úr þessu slæmri stöðu sem hann í, og þetta á við á svo mörgum stöðum, þannig að lýðræðisvæðing, umhverfið. Þannig að það svona, já, ég fer aldrei út allt, ég vona að það hafi skilist hjá mér. Það skildist bara mjög vel, þetta var ekki út allt, þetta var bara tildulega bara beint og beitt. Það eru tveir hérna sem að sitja á fundinu sem að ekki hafa komist að, ég veist afsökunar á því hvað þetta, það er svo margir hérna, þetta er skrítið fundur, þetta er svo langar raðir hér. Sigrún og Laufey, má ég spyrja ykkur svona hvað sósíalistaflokkurinn fyrir ykkur, Sigrún? Þú nú sjálfstæður lengi verið svona sjálfstæður atvinnurekandi eins og sagt búið þér til þínar eigin störf, það er ekki svona kannski, það minnir mig á það sem að Katrín var að tala með áðan, að sko sósíalismin var ekki endilega á móti fyrirtækjarekstri. Hvað er sósíalismin fyrir sjálfstæðan atvinnurekanda? Já, ég hef náttúrulega kem úr við vorum 10 alsískinni, ég kem úr verkamanna fjölskyldu og ég hef alltaf verið sósíalisti, ég hef alltaf verið það, sko, ég hef bara aldrei fundið svona minn farveg, ég hef aldrei verið í stjórnmálaflokk fyrir en að ég gekk í sósíalistaflokkinn. Ég hef alltaf verið pólitísk en aldrei einhvern veginn fundið svona neitt sem að, svona aldrei fundið farveg einhvern veginn, verið svona pólitísk munaðarlaus. En ég tók landspróf ásamt jafnöldrum mínum í Garðarhepp. Ég er einn af frumbýlingum í Garðarhepp og ég tók landspróf þar og það voru 2 landsprófsbekkir og ég var líklega með þeim fáu sem að það var ekki í boði fyrir mig að fara í nám. Það var ekki einu sinni til peningur í strætó fyrir mig til þess að fara í menntaskóla. Þannig að ég fór bara út á vinnumarkaðinn og 22 ára gömul var ég komin í eigin rekstur í Austurstrætinu. Og ég rak söluturn þar í 3 ár og ég var í framkvæmdastjóri Lambaverksmiðju í 11 ár. Ég rak ritfangaverslun í Gráey í nokkur ár og síðan rak ég bílaleigu í 10 ár og var á fasteignasölu í önnur 10 ár. Þannig að ég hef svona verið ýmist launþegi eða atvinnurekandi og ég hef bæði verið sjálfstæður rekstri bara ein og svo hef ég verið með fólk í vinnu. En ég hef alltaf verið sósíalísk. Það hefur verið bara mín svona lífssýn og mér finnst bara frábært að vera búin að finna svona farveg til þess að ná fram það sem við brennum fyrir og bara til hamingju mammalið. Laufey, hvað segir þú? Til hvers sósíalistaflokkurinn? Það er eiginlega yfirskriftin. Þú svarar því? Já, og til hamingju með afmælið, kæru félagi. Já, gaman að vera í afmælinu þínu. Takk fyrir boðið. Sko, fyrir mér náttúrulega, þú veist, hvað er öðruvísi við sósíalistaflokkinn? Hvað erum við að bjóða fram sem að aðrir eru ekki með? Og ég held, sko, sé í fyrsta lagi, þú veist, við erum bara alvöru fólk, það sem við erum að færa fram er okkar reynsla af því að hafa verið manneskjur í þessu samfélagi í, þú veist, svo sem mörg ár. Og þú veist, við erum bara að tala okkar reynslu, við erum að tala reynslu þeirra sem er í kringum okkur og þú veist, við erum að bjóða fram, eins og ég segi, svona raunverulega reynslusögur í raun og veru. Og núna erum við náttúrulega með Sönnu í borginni sem borgarfulltrúa
og þar hefur náttúrulega svona aðeins komist að borðinu þar sem eru teknir ákvarðanir og svoleiðis. Og þú veist, þetta svona, þú veist, tækifæri raun og veru eins og þú veist, það bara búið að nefna svo margt hérna, þannig að það búið að dekka svo margt. En þú veist, þetta svona, það alltaf verið að taka ákvarðanir fyrir okkur, þú veist, og eins og Sanna var að segja áðan, þú veist, maður búin að vera alla sína ævi, þú veist, að hlusta á pólitíkusa í sjónvarpinu og eitthvað svona og maður búin að rífast við sjónvarpið, bara þetta virkar ekki fyrir okkur, þú veist, og allt þetta. Og það, þú veist, það náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið að hafa mannesku inni við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar sem að getur sagt þetta beint áður en ákvarðanir eru teknar, bara nei, heyrðu, þú veist, kona sem í þessari stöðu sem að, þú veist, þið eru að tala þessar aðgerðir hafa ekkert að segja, þú veist, þetta það sem gerist. Og þannig að auðvitað hefur það gríðarlega mikla þýðingu, þú veist, að við erum að koma með reynslu fólks beint inn, þú veist, já, þangað sem við viljum fara. Og ég held að það sé svona það, þú veist, þetta grasrótarflokkur eins og Guðmundur var að segja og þú veist, það einmitt þetta, þú veist, við erum að tala tæpitungulaust, við erum að tala okkar reynslu og það eiginlega svona það eina, þú veist, ég sá þetta fyrst allavega eins og með borgarhreyfingunni og Pírötum, þú veist, að fólk var einmitt að tala á sama hátt og við gerum. Og já, þannig að ég held að það sé svona það sem að kannski við höfum fram að færa, sem að ekki hefur verið áður. Ólafur Þ. Harðarson, má ég koma til þín aðeins núna? Út af þessu sem búið að vera að segja svona undanfarið, þá verið að tala það að fólk sem býr við lakari kjör og stundu þegar maður að tala þetta, þá finnst mér eins og fólk haldi að maður sé að tala svona 5% þjóðin, en ég að tala svona 40% þjóðinni sem bara í erfiðleikum með að ná endur saman og það eru bara skoðanakrann sem sýna það að það eru 40% heimilunum sem í erfiðleikum með að láta endar á saman. Þegar það að hlusta á stjórnmálin þá upplifir það eins og það sé ekki sinn vanda. Þetta ekki vandamál bara á Íslandi, heldur allan heim, að sömuleyti vera hægt að tala bandarísk stjórnmál út frá þessu, að það hefði eiginlega mistekist, að stjórnmálur hefði mistekist að tala merkingu inn í þær raunir sem að sá hluti þjóðarinnar sem hefur það býr við, að stjórnmálur snúist eitthvað allt annað. Og það hefur sama verið sagt Bretlandi og í Frakklandi þar sem að fólk í svokölluðum riðbeltum raunverulega driftar frá hinum venjulegu stjórnmálum. Okkur kannski á Íslandi hætti til þess að við erum alveg upp við það, við séum öll í sama báti og það svona mjög haldið að okkur að við séum ein fjölskylda og búum við svipuð kjör en ég held að Sósíalistaflokkurinn sé að mörguleyti byggður upp á fólki sem trúir því að svo sé ekki, að þetta sé raunveruleg gjá í samfélaginu. Þetta eitthvað sem að stjórnmálafræðingar velta fyrir sér, þetta að svona stjórnmálin ná ekki utan raunveruleikann sem að þriðjungur, helmingur af fólkinu býr við? Já, það hlutur sem menn velta fyrir sér og ég held að vísu að núna sem sé að í rauninni ef þú skoðar launasamanburð á Íslandi þá eru Íslendingar tiltölulega lítill tekjumunur. Hann jókst á árunum fyrir hrun en minnkaði síðan aftur. En það breytir ekki því að það eru hópar sem að búa hér við skelfileg kjör. Það vita allir. En menn hafa velt þessu tölvu fyrir sér og meðal annars varðandi uppgang lýðhyggjuflokka eða popúlistaflokka í Evrópu og í Bandaríkjunum, þar sem að einmitt í Bandaríkjunum sem sé fylgi í riðbeltinu sem að hafði verið svona demokratafylgi, það fer yfir á Donald Trump. Í Evrópu þá sjáum við að víða hafa krataflokkarnir tapað til þessara nýju hægri popúlistaflokka og menn geta svo sem hneykslast á því en stjórnmálafræðingar reyna náttúrulega að skilja af hverju gerist þetta.
og ég held að það sé kannski fyrst og fremst það að þeir hópar sem að hafa hoppað á Trump og á hægri popúlistaflokkana, að það fólk sem að hefur eða finnst að það hafi orðið út undan í samfélaginu. Það í rauninni reyndar margir hópar, en partur af því fólk sem að efnalega stendur illa, til dæmis í miðvestrun í Bandaríkjunum, þar sem að bílaverksmiðjurnar hafa farið niður og menn verða sem að voru bara í ágætum störfum áður, þar hafa þeir lent í efnalegum þrengingum. Síðan reyndar líka partur af þessu fylgi popúlistana í rauninni það að gamla kynslóðin, hún óánægð með þær þjóðfélagsbreytingar sem að hafa verið að eiga sér stað og vilja eiginlega hafa svona samskonar gildismat og samskonar samfélagi eins og var þegar við vorum ungir menn smári. Við eigum ekki að gleyma því heldur að þó að, og það reyndar varðandi þetta mjög áhugavert, að umræðan ójöfnuð í samfélaginu sem að var mjög áberandi þegar ég var ungur, hún eiginlega minnkaði og meira og minna hvarf úr almennri umræðu á tímum nýfrjálshyggjunnar. Nú held ég að nýfrjálshyggjan sé á miklu undanhaldi í heiminum og við fáum aftur mjög auknar rannsóknir á ójöfnuði og auknar áhyggjur af ójöfnuði. Og þegar að hagfræðingar, svona hægri sinnaðir hagfræðingar hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og OECD eru farnir að tala það að ójöfnuður sé verulegt vandamál, þá það fyrir mér dæmi það að nýfrjálshyggjan á undanhaldi. En það svo sem klassískt vandamál að hefðbundnir stjórnmálaflokkar, þeir hafa tilhneigingu til þess að verða svolítið stofnanabatteri og að það sé töluverður hópur sem að telur þá í rauninni ekki sinna sínum þörfum. Og á Íslandi náttúrulega höfum við séð það saman við það eftir hrun að traustið á mjög mörgum sviðum samfélagsins, sérstaklega þó varðandi stjórnmál, að það hrundi. Það fór að vísu ekki, menn stundum halda að það hafi farið alveg niður í botn í veröldinni, en það gerði það nú ekki. Við duttum úr því að vera með traust á svipuðum nótum á Norðurlöndin niður í svona meðaltalið í Evrópu. Við vorum áfram hærri heldur en til dæmis traust á stjórnmálum í Suður-Evrópu og hér hefur það farið heldur vaxandi eftir hrunið. Og traustið á Alþingi var til dæmis komið í 30%, það hafi farið í 10%. Og komið í 30% fyrir þennan fræga Klausturfund. Þá datt það niður og síðan að rísa aðeins upp aftur, þannig að almennt getum við sagt að traustið í íslensku samfélagi hafi heldur vaxið. Ögmundur, þú varst að byrja orðið. Já, í fyrsta lagi, heyrist í mér, já. Í fyrsta lagi þá var ég búinn að segja við þig, Gunnar Smári, ég ætlaði bara rétt að líti inn. En það þurfti að fara annað en ég hætti við það vegna þess að þetta svo skemmtilegt afmælispartí og svo margt skemmtilegt og viturlegt sem hér búið að segja. Núna síðast það sem Ólafur Arðarsson nefnir, ég held að sé alveg rétt, þessi umræða jöfnuð og ójöfnuð. Ég var orðinn fréttamaður í erlendum fréttum hjá sjónvarpinu 1979 þegar að Thatcher kemst til valda í Bretlandi. Og þá var á fyrstu misserum hennar stjórnartíðar og árum, þá jókst atvinnuleysi mjög. Og ég var þar öllum stundum að spá henni ósigri af þeim sökum, að færa fjara undan fótum járnfrúarinnar fyrir bragðið. Atvinnuleysið fór í 500.000 og ég spáði henni falli náttúrulega. Og þá fór það í 1.000.000 og ekkert gerðist. 1,5 milljón, 2 milljónir, 2,5 milljón, 3 milljónir atvinnulausar og ekkert gerðist. Það voru miklu fleiri sem að ég áttaði mig ekki á, það voru miklu fleiri sem að höfðu atvinnu. Og það var nákvæmlega þetta sem hafði breyst
frá því bara 10-15 árum áður að samfélagið þá hefði aldrei verið tilbúið að taka þessu. En þarna voru viðhorfin að breytast í þá veru sem að Ólafur Harðarson var að lýsa í umræðinu og afstöðunni til ójafnaðar í samfélaginu. Ég sagði að það hafi verið margt svona gott sagt hérna, finnst mér. Og mér fannst analýsa Guðmundar Auðunssonar stjórnmálaþróunina og skilgreiningu á flokkum á 9. áratugnum og síðan í byrjun þessari aldar alveg frábærlega góð. Ég algjörlega sammála svona hans mati á þessu, en það einn þáttur þó sem að ég tel að við þurfum að horfa til. Hann segir, þegar að kalda stríðinu lauk og menn hættu að skiptast í fylkingar á félagshyggjuvæng í afstöðu til NATO, að þá var breyting sem að skipti máli samstarf og hugsanlega samruna. Þetta alveg rétt. Þó að ég vil nú meina að allavega ég í þá miklu minnihluta enn við sama hyggarshornið, mjög ákveðið. En það annað og það það sem að mér finnst kannski vera veikleikin hjá sósíalistaflokknum og hjá þeim sem að eru svona innan þessara vébanda. Það að horfa ekki nægilega til umheimsins. Vegna þess að heimurinn á alþjóðavísu orðinn gríðarlega miðstýrður. Hvað varðar allt skipulagsform, þetta breytist með tilkomu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar miðjan 10. áratuginn, þegar að krafan sem áður gekk út á að efla viðskipti milli þjóða með því að lækka tolla, fer núna að ganga inn í samfélögin og krefjast markaðsvæðingar og einkavæðingar á innviðunum. Og þetta samsvarandi þróun sem á sér stað líka innan Evrópusambandsins. Þá verða þessar breytingar vart. Og það sem ég ætla að koma að þetta, að þarna náttúrulega lína sem hefur aðskilið krata og eindregna sósíalista, sem hafa verið gagnrýnir á þessa þróun og viljað horfa inn í alþjóðasamfélagið. Og eins mótsagnakennt og það nú þó að það sé af allt öðrum ástæðum ég vildi hafa það, að þá gerði Trump þó það, hann var náttúrulega bara með einangrunarstefnu í gömlum stíl fyrir Bandaríkin fyrir Bandaríkin, altså loka á heiminn að þessu leyti, en hann stoppaði alþjóðasamningana, alþjóðaviðskiptasamningana, TTIPs og allt það. Það mun fara núna í gang á fullu aftur, sem eru mjög ólýðræðislegir samningar sem að miða því að færa heiminn allan undir auðvaldi. Svo einfalt það. Og það þessa skiptilínu sem að kratisminn og sósíalisminn ekki alveg samstíga, alls ekki. Þannig að ég bara vildi vekja athygli á þessum þætti og hvetja til þess að sósíalistar og fólk sem að hugsa í þessa veru fari að horfa meira til umheimsins, til alþjóða stjórnmálanna, því að við erum þar á kafi. Hér tekið öllu sem að okkur rétt, allir með galopinn munnin. Ok, hérna það nú komin 1,5 tími. Ég hafði hugsað þegar ég boðaði til þessa fundar að ég skammaðist mér svo fyrir að þarna þegar sonur minn var að taka fyrirlesturinn að ég talaði svo mikið, ég talaði í 90 mínútur, þannig ég ákvaði að reyna að halda þessu, leyfa ykkur alltaf að fá aðra 90 mínútur. Ég fannst það svona öðurlegt, þannig að nú erum við komin í þann tíma, þannig að það ekki nema að einhvers vilji kveðja sér hljóðs, að þá mun ég fara bara að slá botnin í þetta. Mér langar aðeins taka hérna þennan punkt hjá Ögmundi, það getur vel verið að við séum ekki sósíalistar búin að koma því til skila að við séum alþjóðasinnuð og það bara svo margt sem hefur gengið á og við höfum verið að semja stefnur og það ýmislegt sem eftir þar. En ef einhver hugmyndafræði alþjóðasinnuð, þá það sósíalismi og
okkar eða sósíalismi eins og ég sé hann gengur út á alþjóðasamvinnu sem gengur út á allt annað en það sem að alþjóðastofnanir, Alþjóðabankinn, Evrópusambandið, alþjóða gjaldeyrisjóðurinn ganga út á. Það bara pjúra nýfrjálshyggju kapítalismi og það ekki það sem að við viljum. En alþjóðasamvinna sósíalista eitthvað algjörlega nauðsynleg og mun verða. Þetta bara, þá sé ég það alþjóðasamvinna verkalýðsmál, frið, sem sagt samvinnu ríkja til þess að byggja þau upp úr fátækt, hjálpa öðrum ríkjum sem að búa við misrétti, og svo framvegis, það alþjóðasamvinna og við minn góður, það sósíalismi, absolutt, svo ég bara fá að segja það. Það látum við vera lokaorðin í kvöld. Ég þakka öllu sem hafa komið hérna við og lagt til þessa spjalls. Það mjög nauðsynlegt að vinna að tala saman á þessum furðulegu tímum, þar sem samkomubann og raunverulega kannski svona skoðanaskiptin í samfélaginu svolítið heft. Við búum öll við það að fá eiginlega vinnulausa fréttaflutning og umræðu aðgerðir ríkisstjórnarinnar og kannski vantar svolítið svona hugmyndarlega deglu og mér finnst að smörgleiti megi sjá það bara í umræðinni í samfélaginu að það vanti. Þess vegna Rauða borðið hér og samstöðin hægt að nálgast ýmsa þætti, ekki bara Rauða borðið. Rauða borðið verður næst á morgun klukkan 8, þá verður eitthvað allt annað á dagskrá. Þennan þátt og aðra þætti samstöðuna má nálgast á síðu samstöðuna bæði á Facebook og YouTube og flestum hlaðvarpsveitum. Ég hveti líka til þess að kíkja á heimasíðu samstöðuna sem samstöðun.is og skoða þar ýmis konar þætti. En ég þakka gestum mínum aftur sérstaklega fyrir og ekki síður þeim sem að stöldru hérna við og hlustuðu á þessar góðu umræður sósíalistaflokkinn, sósíalisma, vinstrið og samfélagsástandið í dag. Takk fyrir í kvöld. Takk fyrir.